Komið sæl og blessuð og velkomin í Hinna Reykjavík. Hérna hjá mér Daníel Örn Arnarsson. Hann í öðru sæti á lista sósíalista í Reykjavík. Og þetta aðrar kosningarnar hans á þessu ári. Hann var á B-listanum í Eflingu, kosningunum í Eflingu og vann þar frækinn sigur ásamt félögum sínum. En núna kominn í borgarstjórnarkosningar. Daníel, hvað í gangi? Af hverju ertu kominn þangað líka? Það er bara mikil þörf á því að verkalýðshreyfingin eigi sína fulltrúa inn í borgarstjórn og í pólitíkinni. Og af hverju þá? Hér áður fyrr sagan hefur sýnt að þegar stórir sigrar unnust þá var það alltaf þegar verkalýðshreyfingin átti, eins og ég segi, sína fulltrúa inn í pólitíkinni. Það var bara, þar unnust sigrarnir, sko. Já. En af hverju fórstu í framboð í Eflingu? Já, það er stórt spurt. Sko, náttúrulega misréttið sem maður horfir upp á hverjum degi náttúrulega bara óþolandi. Og þetta var bara spurningu, allt í einu var þetta spurningum, sko, að ég hafði möguleikan á því að standa upp og gera eitthvað í staðið fyrir að vera alltaf bara að fylgjast með. Og ég var tilbúinn til að taka það slag. Og þetta var nú að mörgu leyti sögulegar kosningar. Og nú var haldið fram í þessum kosningum að hugsanlega væru þetta mikilvægari kosningar heldur sveitarstjórnarkosningarnar. Að það að grasrótin myndi ná tökum á Eflingu geti haft meiri afleiðingar heldur en kannski hver myndi sigra í sveitarstjórnum hér og þar. Hvernig var þessi kosningabaráttu? Hvað geturðu lýst henni fyrir okkur? Hjá Eflingu? Já. Hún snerist mjög mikið vinnustæðafundi, mættum á fullt af vinnustöðum og töluðum og síðan vorum við með úthringi þar sem við hringdum í fólk og síðan náttúrulega miklu leyti fórum fram á Facebook bara, á netinu og fólk var bara sjúklega mikið til í breytingar, sko. Og þannig að þetta gekk bara ótrúlega vel fyrir sig. Það náttúrulega var sérstaklega þessar kosningar, það hefði ekki verið kosið í félagarni ekki á þessari öld. Nei, bara ekki. Hvernig tóku félagarnir því að nú það að kjósa og erindi ykkar sem var svolítið róttækt og þótti mjög róttækt og byrjað að tala um að sé byltingakennt? Eins og ég segi, fólk var bara virkilega til í þetta, sko. Flestir sem við töluðum við voru alveg bara með hnefann á lofti og alveg bara, já, löngu komið tíma á einhverja valkosti og breytingar og sér var líka fólk sem var svona minna róttækt en þau voru samt svo ótrúlega til í að það væri lýðræðislegt val sem þau gátu haft þarna í staði fyrir að vera bara alltaf að sigla einhvern rólegan sjó, sko. Þá vildu þau hafa allavega möguleikan á að velja róttæka fólki. Og þið möluðu kosningarnar? Já, þokkalega 80% maður. 80-20. En núna ert þú komin inn í stjórn Eflingar og ég býst við að séu gríðarleg verkefni framöndan. Það eru ótrúlega stór verkefni, en við erum alveg fólki í þetta, sko. Það er náttúrulega, núna framöndan eru náttúrulega kjarasamningalausir áramótin og svo ég vitni í hann Ragnar að þá eru bara átök framöndan sem að fólk hefur ekki séð áður, sko. En ástandið á félaginu, nú er þetta félag þar sem ekkert hafði ekki verið kosið í á þessari öld. Virkni félagana í algjöru lágmarki. Og þið hafið svo sem haldið því fram að ástæðan fyrir lélegum árangri verkalýðshreyfingarinnar undanfarið hafi einmitt verið léleg virkni félagana. Þannig hvernig ætlið þið að blása lífi í þetta hálfdauða lík? Sko, það fyrsta sem við viljum gera að þetta var alltaf svolítið kjarni okkar baráttu var svona lýðræðisvæðing félagsins. Að fólk geti komið meira að málum og færa félagið svolítið inn í 21. öldina. Síðan viljum við bara einfaldlega, vera með meiri, teygja okkur út til þeirra og taka höndina þeim og kynna okkur og þetta eru við og þetta eru þín réttindi og við viljum fá fólki til okkar og það er alveg, það hefur verið talað um að jafnvel að vera með kvölda sem pizza og bjór og eitthvað, sko. Það er bara að verða mannleg aftur. Félagið er orðið svo fjarlægt okkur. Það er svo hátt uppi eitthvað og lítur svo stórt á sig. Við þurfum að kippa það bara svolítið niður á jörðina þar sem við erum að vinna og þannig náum við fólki, sko. En forysta í svona félögum, hún heldur oft fram að ástæðan fyrir lítilli virkni sé að félagarnir séu dauðir. Eins og þú lýsir þessu þá getur ástæðan allt eins verið það
að forystan hafi raunverulega drepið félaginu. Sko, forystan er alltaf löngu dauð. Mm. Það er alltaf búið að vera bara, þau eru svo ótrúlega samdauna vandamálinu að það hefur bara ekkert gerst. Og þar alveg nennir ekki að taka þátt. Ef það er ekki boðið upp á neitt, það er engar kosningar, það hefur ekkert til að gera, að þá er fólk ekkert eitthvað að veðrast upp í einhverja baráttu, sko. En nú er listi sósíalista í Reykjavík og Kópavogi líka. Hann er samsettur af fólki úr hópum sem að raunverulega hafa ekki tekið þátt í pólitík. Fátæku fólki, verkafólki, leigjendum, lífeyrisþegum, innflytjendum og öðrum hópum sem að flokkurinn heldur í fram að hafi verið haldið frá völdum. Þannig að finnst þið vera líkindi með svona þeirri uppreist sem að hægt er að segja að sá listi einkennist af og því sem er að gerast í verkalýðshreyfingunni? Vissulega. Ég held að framboð sósíalistaflokksins sé í rauninni bara rökrétt framhald af sömu uppsprettu, sko. Þetta er sama kraumandi reiðin og bara valdaleysi sem fólk eru svo ótrúlega þreytt á. Þetta byrjar í stéttarfélögunum og þetta heldur bara áfram og þetta er ekkert búið, sko. En vegna þess að við höfum lifað lengi við þetta ástand að almenningur er alltaf að kjósa fulltrúi sína og svo leiður þau kosnir og þá verða þær fulltrúar kerfisins. Hvað segir mér það ef þú næði kjöri að þú verðir ekki bara eins og guðrannar millistétta plebbið þarna inni með bindi og talandi við okkur að hitt og þetta sé ekki hægt vegna þess að við verðum nú að hafa hitt og þetta í huga? Sko, fyrsta lagi á ég ekki bindi. En sko, þú veist, það sem við viljum gera er að koma valdinu til fólksins. Þannig að það sem yrði ólíkt til dæmis með mér inn í borgarstjórn og heldur en hinum er það að ég myndi á fullu reyna að fá rétta fólki í nefndirnar. Þú veist, ég þarf ekki að sitja allt, heldur myndi ég vilja fá öryrkja til að sitja málefnum öryrkja og svo framvegis. Og síðan er nefnilega sko kjarninn í þessu öllu saman þegar kemur að við erum alltaf að tala um valdið til fólksins, að það er það að ég per se er ekki með eina konkrét stefnu í málefnum til dæmis innflytjenda. Ég vil að innflytjendur komi til mín og segi mér hvað sú stefna á að vera. Af því að þú veist, það sem vandamáli er að fólk er alltaf að tala um eitthvað sem það hefur lesið. En við í sósíalistaflokknum erum fólk sem hefum upplifað. Og þar held ég að munurinn liggi. Þannig að þú ætlar ekki að byggja á þínum hugmyndum stöðu innflytjenda heldur að byggja á reynslu innflytjenda sjálf? Reynslu innflytjenda stöðu innflytjenda. Þetta er náttúrulega bara sko, það er svo ótrúlega súrt í rauninni að þetta er svo ótrúlega súrt að það sé ekki fólkið með reynsluna sem er að vinna þessu málum. Það er rauninni bara fárlegt. Það þetta verið nefnt í sambandi við strætó að borgarlínan sé raunverulega lausn sem að byggir á könnun á almenningssamgöngum út um allan heim en það hafi enginn farþegi í strætó verið spurður. Þetta er líka komið fram til dæmis í stöðu leigjenda hjá félagsbústöðum. þar sem kemur fram að þeir eru ekki hluti af stjórn félagsbústaða. Er það ykkar markmið að koma fólkinu sem í strætó, í stjórn strætó, koma leigjendum í félagsbústöðum inn í stjórn félagsbústaða og svo þar fram eftir göttunum? Bara alfarið og þetta náttúrulega, við sósíalistar lítum á það þannig að það sé bara algjörlega rökrétt að það sé þannig. Sko. Þetta að það sé alltaf bara eitthvað fólk sem hefur lesið hlutina eða kannski bara einhver Jón frændi sem vantaði vinnu sem sittur í þessu nefndum, það er alltaf bara fárlegt. Sko. En núna kemur úr verkalýðshreyfingunni og Reykjavíkurborg hefur verið gagnrýnd fyrir láglaunastefnu sína og verið gagnrýnd fyrir að vera með útvistun á verkefnum, nota starfsmannaleigur og fleira. Hver er stefna ykkar í sambandi við bara starfsmannastefnu Reykjavíkurborg? Sko, stefnan er náttúrulega fyrsta lagi að við þurfum að bara henda þessar láglaunastefnu. Hún er náttúrulega bara fáruleg og ömuleg og það er alveg glatað að velferðarkerfin okkar séu rekin á bara nánast nútíma þrælahaldi. Að fólk sé ekki með laun sem dugi fyrir framfærslu er ömurlegt og ólíðarlegt. Og annað þegar kemur að útvistun, að þetta er svo ótrúlega absúrt kerfi, það er búið að reka fleyg þarna inn á vinnustöðum og það er verra sett að fólki er bara ýtt til hliðar í einhverju útvistun og það er engin starfsandi, það er ekki sameiginlega árshátíðir, jafnvel ekki einu sinni sameiginleg mötuneyti og þetta er bara
þetta bara glatað, þetta þarf að hætta og við þurfum bara að enda þetta og það stefnan okkar, bara burtu með þessa láglaunastefnu og hætta þessar útvistun. En af hverju heldur þetta sé svona? Nú Reykjavíkurborg sameiginlegt félag okkar allra. Af hverju rekur sameiginlegt félag okkar allra starfsmannastefnu sem að hólfar fólk raunverulega niður? Þannig að betur setja fólkið til í starfsmannahópnum en þau sem að vinna láglaunastörfin, þau sem að skúra og sjá matinn, til raunverulega ekki starfsmannahópnum. Sko ég myndi halda þetta... Hvað gerðist? Ég held þetta snúist aðalega bara fyrsta lagi þá það það þykir rosalega smart í dag að beita þessum kapítalísku stjórnunarháttum sko. Það sem að starfsfólki í rauninni skipt upp, þá auðveldara að stjórna því. Já, nú verð ég bara, ég ekki alveg klár á þú veist, hvað vakir fyrir fólki að því ég horfi á þetta, þá finnst mér þetta bara algjörlega absúrt. Ég bara verð að viðurkenna, ég skil ekki, þetta bara mannvonska. Ég skil ekki hvað liggur þarna bak við sko. Nema bara græðgi. Já. En nú Reykjavíkur ekki rekinn af hagnaði, það ekki einn ríkur kall sem á þetta sem að vill ná sem mest út úr starfsfólkinu. Þetta ætti að vera sko sameiginlegt félag okkar allra. Af hverju hegðar sameiginlegt félag okkar allra eins og það sé í eigu ríks kalls? Þetta náttúrulega bara að þú veist, valdastéttin hefur sett upp bara kerfi sem að stuðlar að því að þau haldi áfram völdum og haldi okkur hinn í Reykjavík í burtu og og þetta sem við horfum upp á afleiðing þess. Eins og ég segi, já, við erum hinir ríku eru ríkir af því þeir hafa völdin og við erum fátæk af því við höfum alltaf verið valdalaus og þetta bara kerfi sem stuðlar að, eins og ég segi, áframhaldandi og þetta birtingarmynd þess. Okay. Þú lýstir áðan að verkalýðshreyfingin hafi verið dauð og þeir eru að kveikja líf í henni. Þið komið inn í borgarstjórnarkosningarnar með svolítið svona hávaða og kröfu völd til hinna verðsettu og það hefur verið bent á það að nú eru uppi orð sem ekki hefur verið nefnd áratugum saman, arðrán og auðvald og stéttabarátta og annað slíkt. Segðu mér bara, því að nú ert þú ekki orðinn þrítugur, þú stígur fram og ferði í kosningu í þínu stéttarfélagi, ferð síðan í borgarstjórnarkosningar með róttæku afli sem hefur hefur þessi baráttu á lofti og notar þessi orð. Hvernig svona viðbrögðin þínu, hvað segja vinið þínir og fjölskyldan og svona? Er hættulegt að vera róttæklingur í dag? Nei, veistu, sko, fjölskylda mín enginn hissa í rauninni á mér allavega. Ég hef alltaf haft mjög sterkar skoðanir og öllu og hafa viðrað þær mjög opinberlega, þannig að þetta ekki sem að einhver náinn mér hissa, sko, vinir mínir hrista aðalega bara hausinn, sko, hvað nennir að standa í þessu pakkin, sko. En nei, þetta ekkert, ég myndi ekki segja að það væri hættulegt að vera róttæklingur í dag, sko. Ég upplifði allavega ekki þannig, sko. En vissulega þá hefur, maður fengið svona skrýtnar raddir á Facebook og eitthvað svona drasli, en það er bara drasl. Það truflaði ekki? Nei, ekki neitt, sko. Herðu, við fáum þig kannski aftur í spjall fyrir kosningar. Við ætlum að hafa nokkra svona þætti fram að kosningum og það verður gaman að fá þig aftur kannski, að spjalla með eitthvað annað. Algjörlega, alveg sjálfsög. Takk kærlega fyrir. Takk sem leiðis. Herðu, þá var þetta búið í bili og þið bara kveikið á næsta þætti.